Vigdís Guðlaugsdóttir, Þóra Kristín Klementsdóttir, Natasja Mora Anasi, Marí Rut Guðmundsdóttir, Dröfn Einarsdóttir, Selín Römp, Ardís Snjólaug Ingvarsdóttir, Ísabel Jasmín Almansdóttir, Pála Ísabel Germino Vatnik, Sigurrós Eir Guðmundsdóttir, Amelía Rún Fjellstedt. Varamenn eru Sigrún Björg Sigurðardóttir, Berta Svonsdóttir, Claudia Nicole Gagnia, Kara Petra Aradóttir, Góðan dag, kæru áhorfendur, velkomin í beina útsendingu frá toppslag Keflavíkur og Tindastóls í lengjudeild kvenna. Ég heiti Mist Rúnarsdóttir og ætla að vera með ykkur. Þetta er leikur sem við höfum beðið eftir lengi, en hér mætast liðin sem sitja í tveimur efstu sætum deildarinnar þegar hún er það bil hálfnuð. Keflavíkurkonur taplausar á toppnum með 20 stig og Tindastólskonur koma það rétt á eftir með 19 stig. Það má því búast við veislu á vel vökuðum nettóvellinum sem skarta sínu fegusta hérna í Keflavíkinni í dag. Sjáum að liðin eru mætt til vallar. Fyrirliðarnir Natasja Anasi og Bryndís Rut Haraldsdóttir fari yfir málin með Árna Snæ Magnúsinni, dómara, hér rétt fyrir leik. Natasja vinnur hlutgesti eða hvað? Nei, Bryndís var það, hún ætlar að byrja þarna megin. Allt að verða klárt. Tveir af harðari fyrirliðum deildarinnar. Stuttur liðsfundur hérna hjá Keflvíkingum og myndataka. Heimakonur tilbúnar í slaginn. Liðin mættust á Sauðárkróki fyrir sumar og gerðu þá 1-1 jafntefli í galopnum og stór skemmtilegum fótboltaleik. Pála Vatnik skoraði mark Keflavíkur í þeim leik en Jacqueline Altsjúlt fyrir Tindastól. Og ef við fáum brota af skemmturinni sem var boðið upp á fyrir norðan í júni, júli, þá er hérna mikil gleði framundan hjá okkur. Og bæði lið mæta sigur til leiks, unnu góða sigra í síðustu umferð. Keflavík vann 3-1 sigur á Völsungi og Tindastól 4-0 stórsigur á Aftureldingu. Og náttúrulega mikið undir, bæði lið ætla sér upp deild. Ber ekki mikið á milli þarna á toppnum og það verður allt lagt í sölurnar. Við hlaupum örstutt yfir byrjunarliðin. Ásta Vigdís Guðlaugsdóttir í markinu hjá Keflavík. Fyrir framan hana Selín Rúmf og Þóra Kristín Klementsdóttir, Sigurrós Eir og Ardís Snjólaug, bakverðunum Natasja og Ísabel á miðjunni, Marín fremst á miðjunni, Dröfn Einarsdóttir og Pála Vatnik á sikkorum vængnum og Amelía Rún Fjellstedt upp á topp. Hlutin er svona þokkalega eftir bókinni þar, en Anita Lind Danielsdóttir farin út í skóla til Bandaríkjanna, spilar ekki meira með þeim. Kristrún Ýr Hólm meidd. Og hjá Tindastól er Amber Mitchell í markinu að vanda, Bryndís Rut og Agnes miðverðir, Laufey og María Dögg bakverðir, Hrafnhildur Björnsdóttir, Lára Mist Baldursdóttir á miðri miðjunni, Hugrún Pálsdóttir og Rakel Sjöfn Stefánsdóttir á vængjunum, Jacqueline Altsjúlt í hólunni og Muriel Tiernan, markahæsti leikmaður lengjudeildarinnar upp á topp. Muriel kom með 8 mörk í 8 leikjum, hvergi nærri hætt. Tindastóll fekk vissulega góðan liðstyrk á dögunum, fengu 3 lánskonur sem allar í byrjunarliðinu í dag í sínum öðrum leik fyrir félagið. Það er Agnes Birta Stefánsdóttir og Rakel Sjöfn Stefánsdóttir sem kom frá Þór Káa og Lára Mist Baldursdóttir frá Stjörnunni. Agnes Birta í miðvarastöðinu við hliðina á Bryndísi Rut og Rakel Sjöfn vinstri vængnum og Lára Mist á miðri miðjunni. Keflvíkingar náðu sér líka í liðstyrk, en Claudia Canina, landsliðskona frá Perú, miðjumaður, gekk til liðs við Keflavíkurliðið í vikunni. Var ætlað að styrkja þær á lokasprettinum. 22 ára gömul, spilaði síðast með Tavagnacco í Serie A á Ítalíu og hún er laus úr sótkví og er á bekknum hjá Keflavíkurliðinu í dag.
Það verður gaman að sjá hvort að við fáum að sjá hana spreyta sig. En nú allt ready. Árni kom með flautuna í hendina. Keflvíkingar byrja og það Amelía Rún sem sparkar þess að stað. Byrjar að spila sér niður á Natasju sem reynir að flengja hann upp í horn en það gengur ekki. Koma Keflvíkingar aftur. Natasja finnur Ísabel sem leitar til hægri. Arndís Snjólaug kemur upp úr bakvarðarstöðunni. Finnur Dröfn, fær hann aftur. Það ágætlega gert hjá þeim. Það var mist þarna, klettur á miðunni. Það var langur bolt upp í horn á Muriel. Engir sénsar teknir. Selin Rúm setur þennan út af. Tindastóll fær innkast, það Laufey Harpa sem kastar þessu í áttina Muriel. Boltinn best út til Hrafnhildur Björnsdóttur, hún á fyrsta skot leiksins. Ekki nægilegur kraftur í því og Ásta Vigdís verð þennan örugglega. Og þá koma Keflvíkingar. Ásta rúlar boltanum út á Þóru Kristínu. Og Keflvíkingar byggja upp sókn. Selín reynir langan bolta en hann beint á Agnesi Birtu, hún smávesinni en Bryndís Rut klár. Kemur langa hreinsun og Keflvíkingar koma aftur á stað. Láta boltan ganga milli sinna í öftustu línu. Leita á opnun. Fín varna hérna Hrafnhildi. Boltan hann að Pálu Votnik. Ára Sigurrós Guðmundsdóttir með innkast. Kastar boltanum hátt yfir völlinn en hann endar hjá Bryndísi Rut. Pála pressar á hana en Tindastóll fær innkast. Það borgar sig ekki að hleypa Muriel af stað. Keflvíkingar taka enga sénsa, brjóta þarna á henni áður en hún kemst á ferðina. Og Jacqueline Altsjult stillir upp fyrir aukaspyrnu. Jacqueline með sendingu inn á teiginn en Natasja Nasi gríðarsterk í loftinu skallar þetta frá. Keflvíkingar ná að hreinsa. María Dögg með ágætis hugmynd, fín tilraun, ætlaði að setja boltanum upp í horn á Hugrúnu Páls en það gekk ekki alveg eftir. Þetta koma Keflavíkurkonur, Arndís Snjólaug. Framhjá Rakel Sjöfn, áður en hún finnur Ísabel á miðri miðjunni. Ísabel spilar yfir til vinstri á vinstri bakurinn Sigurrós Eir. Keflvíkingar ekkert að flýta sér, gefa sér tíma í þetta. Pála Votnik komin niður að sækja boltan. Lipur leikmaður, hvað gerir hún? Nei, ætlar að hlaupa í gegnum Maríu Dögg, tekst ekki en boltinn rekkur hérna aftur. Og Natasja með skot, rétt framhjá. Fyrsta marktilraun Keflvíkinga. Þetta var vel gert hjá þeim, unnu boltan. Fyrirgefur Natasju, hún fær fullt af tíma þarna fyrir utan, leggur boltan fyrir sig og lætur vaða með vinstri.
ágætis tilraun. 1 markskot á lið núna á fyrstu 4 mínútur leiksins. Aftur koma Keflvíkingar í róleitunum. Arndís heldur þessu minna á, en setur boltan beint á Laufey. Laufey aftur. Þóra Kristín ber upp boltan. Birta reynir að spila út til hægri, gengur illa Tindastólskonum að halda í boltan. Þetta eru svona klassískar upphafsmínútur, liðin að þreifa fyrir sér. Með langan bolti upp í vinstra hornið. Dröfn Einarsdóttir komið þangað á harðaspretti, en hún kemst ekki fram hjá Maríu Dögg og Agnesi Birtu. Það er Láru mist verið það víst. Þetta er ágætt tilraun. Keflvíkingar reyna að finna Dröfn þarna í laumuhlaupinu, en Lára mist sterk. Það er að koma sterk inn í Tindastólsliðið. Stjörnukona upplægi á láni á króknum út tímabilið. María gerir þetta vel. María Dögg að spila hægri bakur í dag. Hún er nú vannar að spila framar á vellinum. Byrjaði mótið á miðjunni og hefur aðeins verið að spila aðra vængstöðuna líka. Spritti sig í bakverðinum í dag. Það er ekkert vandamál fyrir þennan unga og efnilega leikmann. María Dögg Jóhannesdóttir fædd 2001. Þrátt fyrir það komið fína reynslu í meistaraflokksfótbolta. En hér er brot. Hugrún Pálsdóttir aðeins og sein hann í Pálu, og Keflvíkingar fá tækifæri til að stilla upp í hættulegt fastleikadriði. Klaufalegt hjá Hugrúnu, fyrir hann aftan í Pálu. Keflvíkingar gríðarlega sterkar í förstu leikadriðunum. Það kemur bolti inn á teig, en þetta er slöpp sending beint í fangið á Amber. Það er ekkert að hafa fyrir þessu. Hún rekur liðið sitt framar og Tindastólskonur leggja af stað. Nei, slök sending frá Amber út úr markinu. Ólíkt henni. Ólíkt nokkuð sparkviss. Hún Amber. Klas Hrafnhildur lætur finna fyrir sér á miðri miðunni, en Tindastólskonur missa hennar bolta út af. Níu mínútur búnar að leiknum og staðan enn 0-0. Ég er svona heldur varkár hérna í upphafi, enda mikið í húfi. Natasja Bryndís fer harkalega í hana. Þetta er líklega Lára mist. Númerin er ekki alveg rétt hérna skýrslunni, en skoðum þetta betur. En það var Ísabel
lyftir báðum höndum upp og setur boltan inn á teig. Tindastólskonur hreinsa, boltinn hrekkur út á Sigurrós en fín pressa frá Hugrúnu. Lagleg hreyfing hjá Pálu Vopni, hvað gerir hún? Rennir boltanum fyrir, vel gert hjá Amber, snögg út en hún missir boltan. Og já, Tindastólskonur hefnar þarna ná koma þessu frá, þetta var hættulegt. Skemmtileg hreyfing hérna hjá Pálu Vopnik. Stundu verið grínast með að hún sé tvífari Öglu Maríu Albertsdóttur á velli. Við getum fylgst með því hreyfingunum hérna eftir. En það var Natasja upp hægra megin, setur boltan fyrir, þetta er hættulegu bolti. Tindastólskonur í vesenni. Dröfn reynir að pressa en gestunum tekst að endingu að hreinsa. Þetta er að verða beittara hérna hjá heimakonum. Langur bolti frá Amber, Jacqueline allt svolítið í baráttunni við Þóru Kristínu en Þóra gerir þetta vel. Vinnur boltan. En þarna er klaufagangur. Keflavíkurkonum gengur illa að hreinsa á Muriel Tiernan. Kemst inn í þetta, reynir skot af varnarmanni. Bolti skoppar á Pálu sem brunar að stað hinum megin. Það er Natasja. Með heila hlaupabraut fyrir fram að sig. Ætlar enginn að stíga á mótinni. Nei, hún reynir að spila út til hægri á Dröfn en Laufi las þetta vel. Natasja hann bara geta farið ennþá lengra þarna. Látið vaða sjálf. Hörku tækling hérna hjá Jacqueline Altsjult. Tindastóll fær innkast. Þarna með fótinn fullhátt en Árni lætur það slæta, eins og við segjum á slæmir íslensku. Kloppi, snjólegar til þess kloppa Rakel, finnur svo Pálu sem kom nú til hægra megin. Ég veit nú ekki alveg hvað þetta var, misjöfnu sending væntanlega. Frekar en skot, Amelía var að koma að hlaupinu en þetta gekk ekki alveg upp. Kastar Amber löngum bolta út til hægri á Marju Dögg. Vantar yfirvegun þarna, hún setur boltan bara upp í horn. Hann kemur Þóra Kristín en Hugrún lokar vel á hana. Keflvíkingar þurfa að byrja upp á nýtt. Það var að Selin Rúmf. Nú kemur hún að stað. Laufey harpa með innkast, kastar á kollina á Muriel en Selin Rúmf í bakinu á henni og gerir þetta vel en Tindastólskonur halda boltanum. Rakel Sjöfn reynir að skipta honum yfir til hægri á Hugrúnu. Hugrún þykkur innkastið. Fáum Marju Dögg upp völlin til að kasta boltanum inn á. Natasja ætlar að sjá að dekka Muriel Tiernan. Það verður gaman að fylgjast með þeirra einvíum hérna í leiknum. Hrafnhildur með boltinn á teig. Boltinn laus í teignum en Keflvíkingar ná að koma þessu frá.
Agnes Birta tekur engan séns, spilar aftur á Amber og Amber með langan bolta. Tindastólskonur svolítið í þessum löngu en Selín að stíga vel út og loka vel á Muriel. Kemur Jacqueline Altsjult og hún reynir bara skot. Full mikil bjartsýni kannski en allt í lagi að reyna þetta. Skorar ekki nema og skjótir. Þetta langt færi. Boltinn vel yfir. Núll 0, 15 mínútur á klukkunni í uppgjöri tveggja efstu liða Lengjudeildarinnar. Laufey Harpa með neitt yngasti. Arndís Snjólaug skalla þetta frá. Laufey lætur Pálu Votnik finna aðeins fyrir sér og Keflavík fara aukaspyrnu hérna. Það að megin á miðjum vellinum. Selín Rúmf ætlar að taka hana. Selín með langan bolta í átt að teignum. Flýgur einhvern veginn í gegnum pakkan og Agnes Birta tekur engan séns. Þetta er til innkast. Pála Votnik kasta tilbaka. Arndísi Snjólaugu spilar aftur á Pálu. Pála með fullt af plássi en hún ákveður að senda boltan fyrir. Þar hefur María Dögg best í loftinu, skallar þetta frá. Uppast mikil barátta. Boltinn dettur fyrir Natasju í teignum. Hvað gerir hún? Leikur laglega þarna á. Nei, missi boltan út af eða hvað. Búin að dansa þarna fram hjá Bryndísi. Skemmtileg tilþrif hjá Natasju Anasi. Amber með langa markspyrnu finnur Muriel í þetta skipti. Muriel reynir að spila Rakel í gegn en Selín Traust sem vanda tilbaka. Arndís Snjólaug. Nei, þetta gengur ekki upp hjá henni. Það er Amelía Rún gegn Maríu Dögg. María Dögg líkanlega sterk og lokar hann á Amelíu. Amelía Rún Fjellsteð Kornung, fædd 2004. Það var yngsti markaskorari í Pepsi Max-deildarinnar í fyrra. Unglinga landsliðskona. Leikmaður sem er gaman að fylgjast með. Hrafnhildur hérna allt og lengi að losa boltan. Natasja kemur á fullri ferð og Keflvíkingar mjög nálægt því að ná að búa sér til eitthvað á þessu. Klaufalegt hjá Hrafnhildi. Muriel svona aðeins að komast betur í þessa löngu bolta en bíður menn eftir að Tindastólskonur ná að tengja þarna fremst á vellinum. Sigur og segir fær Hugrún á sig. Hugrún búin að vera mjög grimm hérna í byrjun leiks, reynir að finna Muriel. Þarna tósaðar báðar í hvora aðra, Muriel og Þóra Kristín, en Þóra Kristín dæmd brotleg. Sjáum hérna Muriel kýpir hans aftan í hana en Þóra Kristín líklega með hönd á treyjunni hérna í blindasvæðin okkar. Aðstoðardómarinn að minnsta kosti alveg ofan í þessu og Tindastóll fær aukaspyrnu hérna á stórætluðum stað við hann að vítateigshornið.
En við treystum Birni Ingvari sem var alveg ofan í þessu. Jacqueline Altsjúlt ætlar að taka þessa spyrnu. Jæja, sjáum hvað Jackie gerir, setur boltan fyrir, hættulegu bolti, skalli og það er komið mark, fyrsta mark leiksins, hver önnur en Muriel Tiernan. Hún var markahæst í deildinni fyrir leik og hún er áfram markahæst í deildinni, komin upp í 9 mörk í sínum 9. leik fyrir Tindastól í sumar. Virkilega vel útfærð aukaspyrna, sjáum geggjaður bolti frá Jacqueline Altsjúlt. Muriel rífur sig þarna frá Sigurrós og nær frábærum skalla að marki. Ásta Vigdís átti ekki séns í þennan. 1-0 fyrir Tindastól. Það er að koma hitt í leikinn. Þannig að sjá Dröfn tosa aðeins í Maríu. Ekki dæmt, leikurinn heldur áfram. Dröfn aftur með boltan. Finnur Pálu í fætur og Pála lauma boltanum inn fyrir hendi. Þarna, já. Það er bara komið vítaspyrna í þetta. Þetta var klaufalegt, lítið hægt að gera í þessu. Boltinn dettur upp í hendina á Maríu Dögg. Með hendina allt og hátt. Og það er Amelia Rún sem að setti þennan bolta þarna upp í handlegginn á henni. En það er Pála Votnik sem ætlar á punktinn gegn Amber. Hvað gerir Pála? Pála Votnik með spyrnuna en Amber Mitchell, hún ver þetta. Vel gert hjá Amber en spyrnan ekkert sérstaklega góð hjá Pálu. Sjáum þetta aftur. Pála, þetta er ekki fast og þetta er ekki utalega en vel gert hjá Amber. Les þetta vel og þá brjótast Tindastólskonur upp hinum megin og Muriel Tiernan er að skora annað mark. Við sáum ekki aðdraganda, þarna voru menn þá í endursýningu af vítaspyrnunni. Þetta eru ótrúlegar mínútur. Muriel komin í 10 mörk í sumar, sjáum þetta aftur. Muriel tekur þetta og sjáu sprettin á henni. Stingur þar af og klárar þarna og þröngu færi. Ásta Vigdís á vissulega að gera betur þarna en þetta eru sviptingar. Við erum að fá alvöru dramatík og byggumst eiginlega bara við í fyrir hennar leik. Þetta eru 2 frábær lið sem að hafa verið að spila skemmtilega fótboltaleik í allt sumar og auðvitað er ekki undantekning á því hérna í dag. Rosalega mínútur. Nú erum við að sjá hvort að Keflavíkurkonur hafi karakter í að svara þessu. Það er Ísabel. Finnur Arndísi Snjólaugu. Það er verið aðeins að núllstilla sig núna og gíra sig upp í að koma með endurkomu. Arndís Snjólaugu með fyrirgefið hérna Amelíu. Boltinn dettur fyrir Natasju. Natasja reynir skotið. Fer að varnarmanni, hægist aðeins á því og Amber handsama þennan. Og hún andar aðeins léttar. Þetta er rosalegt. Muriel Tiernan með marka á 19. mínútu. Keflavík fær vítaspyrnu strax í næstu sókn. Brenna að vítinu, Amber Mitchell ver. Og meðan við erum ennþá að endursýna það atvik þá kemur Muriel Tiernan gestunum í 2-0. Þvílíka mínútur, þvílíka senur. En það var að markspyrna. Ásta Vigdís spila stutt á Selín. Slök sending frá Selín en rekur Arndís Snjólaugu aðeins á stað.
Ardís kemur upp hægra megin. Hvað gerir hún? Spila boltan upp í horn og Dröfn. Þetta vel gert hjá þeim, nær Dröfn honum fyrir. Já, hún gerir það. Og Pála nær skotinu en aftur ver Amber. Vel gert hjá Amber Mitchell. En flott sóknarna hjá Keflavíkurkonum. Þær geta vel skora mörk og bytti frá sér. Við erum að tala að markahæsti leikmaður deildarinnar sé í Tindastól, en þær eru þó nokkrar búnar að vera duglegar að skora fyrir Keflavík. Natasja Nasi og Dröfn Einarsdóttir með sikkur 6 mörkin í sumar. Ekki amalegt frá miðjumanni og vængmanni. Svo eru þær Pála og Amelia með 3 mann. Mörkin geta komið úr öllum áttum og hvað gerist nú? Dröfn Einarsdóttir með frábært skot. Rétt framhjá, fín tilraun hjá Dröfn. Og Keflvíkingar að hóta og ógna þessa mundir. Sjáum þetta aftur, vel gert hjá Amelíu, leggur boltan út. Dröfn nálægt í að setja þannan í samskeytin fjær. Markspyrnan frá Amber, langubolti. Hrafnhildur gerir vel, kemur boltanum á Hugrúnu en Sigurrós stoppar hana. Dögg kasta boltanum hann í átt að Hugrúnu. Hún í baráttunni hann að bæði við Sigurrós og Pálu og Sigurrós nær að spila boltanum fram völlin. Bryndís Rut sterk í loftinu, stoppa þetta. Agnes Birta gerir þetta vel. Klar út úr pressunni en þetta gekk ekki upp hjá þeim og Keflvíkingar kom aftur. Það var Natasja fyrir upp hægra megin en frábær tækling hjá Laufey Hörpu Halldórsdóttur. Stoppaði fyrirlega Keflvíkinga þarna. Hörku varnarmaður hún Laufey. Það er Ardís Snjólaug. Rennur við, reynir að losa boltan, tekst það, vel gert hjá henni og hún fær dæmda aukaspyrnu. Fannst hún bara að renna við en við treystum tríónu fyrir þessu og Ísabel ætlar að taka þessa spyrnu. Sem Bryndís Rut knúsar Natasju þarna. Natasja hefur verið hættulegasti leikmaður Keflvíkinga í förstu leikadrjónum. Fyrirliðin Bryndís Rut Haraldsdóttir, hún ætlar að taka ábyrgð og loka hana. En þá kemur fyrirgjöfum frá Ísabel og Natasja í boltanum. Skalla boltan inn á teig en já, den brotlega hvað. Tindastólskonur snú allavega vörn í sókn. Amber gefur sér tíma í þetta. Spyrnan har ekkert verið sérstaklega frá markverði Tindastóls hérna í dag. Eins og ég nefndi það, hún heldur ólíkt henni því að hún er góð í fótunum. Það er eitthvað að fínstilla sig. En Sigurrós Guðmundsdóttir með innkast. Kastar þessu hátt og langt í áttina að Dröfn sem er komin til vinstri. Það er Dröfn gegn Bryndísi Rut. Hvað gerir hún? Reynir að leika fram hjá henni og losar stutt á Pálu en sem fyrr Hugrún hrikalega dugleg varnarvinnunni kemst inn í þetta og það er Tindastólskonur. Aftur tekur Þóra engan séns. Brýtur á Muriel áður en hún kemst af stað og í þetta skiptið ver hún í bókina. Gult spjald á lið Keflavíkur og það fekk leikmaður nr. 2 Þóra Kristín Klemensdóttir. Sjáum þetta aftur, bara uppleggið úr hleypir Muriel ekkert af stað. Hrikalegur kraftur og skriðþungi þegar hún kemst á ferðina. Öruggara
stoppa það dæmi strax, en þá er að Jacqueline Altsjúld með háaboltinn og tegur aukaspyrnunni, Muriel í boltanum en hún er ekki að stýra þessu og Ásta gerir vel, stígur vel út sem er skemmtilega kasttækni, tekur hérna innkastið á Arndísi Snjólaugu. Keflavíkar reyna að sækja hratt segi ég, en hérna Tindastólskonur fljóta tilbaka, þéttar og Ísabel gerir þetta vel, spilar út í pressunni út til Arndísar Snjólaugar. Pála kemur niður og sækir boltan. Aftur er Laufey með allt á hreinu þarna í vinstra horninu sínu. Laufey er búin að læsa vinstra megin. Keflavík verða að prófa að fara hinum megin næst. Þóra Kristín nær ekki að hemja þennan bolta og Hugrún Páls kemur á fleygiferð, kemst fram hjá Þóru, er með Muriel til hliðar við sig en hún ákveður að reyna skotið, setur þennan bolta rétt fram hjá. Spurning hvort að hefði ekki verið betri kostur að renna hún til hliðar á Muriel, en sjáu þið hraðan á Hugrúnu, frábær fyrsta snerting, leggur boltan fyrir sig, eldir hann uppi og reynir svo skot þarna. Tindastólskonur stórhættulegar í skyndisóknunum, mikill hraði í fremstu leikstöðunum þar. Það eru vel drillaðar í að sækja hratt, en nei, Laufey er áfram með lás þarna. Selín með langan bolta, Pálu sem reynir að flikka honum inn á Dröfn, en turnarnir aftast hjá Tindastól skalla þetta frá. Þarna fer Hugrún í bakið á Sigurrós og Keflavík fær aukaspyrnu. Selín Rúm ætlar að taka hana og Keflvíkingar fjölmenna í sókninni. Tindastólskonur gera línu þarna á vítateigslínunni og Selín Rúm setur boltan svo í hlaupaleið. Fínn bolti og Þóra Kristín rétt missir á honum. Ágætis tilraun, flott sending þarna frá Selín. Fínt hlaup hjá Þóra Kristín og það mátti ekki miklu muna. Kemur langur bolti en Selín stoppar þetta. Finnur Pálu sem duglega að koma niður á völlinu og sækja boltan. Sigurrós er á stað upp vinstri vængin en Hugrún Pálsdóttir lokar vel. Þar á Pála, skemmtilega hreyfingar, lagleg skæri hérna, en hvað verður úr þessu? Kemur boltanum fyrir? Nei, komst fram hjá Maríu en ekki fram hjá Bryndísi. Vel gert hjá Bryndísi Rut Haraldsdóttur, fyrirliða, skallar þetta frá hættusvæðinu. Keflvíkingar taka annað innkast, aftur Sigurrós, reyna að setja boltan upp í horn á Dröfn en María gerir þetta ágætlega. Vel gert hjá Tindastólskonum, leysa þetta vel. Heyrðu, og í þriðja skiptið tekur Þóra Kristín Muriel niður, hún þarf að passa sig. Hún er á gulu spjaldi. Muriel náttúrulega mjög klók, veit alveg hvað hún er að gera þegar hún er að fara í þessa slagi, en þetta var brot og Keflvíkingar þurfa að fara að varlega. Jacqueline Altsjúld með boltan upp í hægra horn í átt að Muriel en þessi er út af. Marín Rún spilar upp á Amelíu. Þetta er erfitt, þetta er þröngt og Hrafnhildur er búin að vera flott á miðunni og Tindastól hún lokar á þetta.
Jacqueline hérna duglega vinnur boltan en fær ekki enga stig. Hún gerir þetta vel, kemst inn í innkastið en Keflvíkingar vinna boltan aftur. Það Selín Rúmf út á Ardísi Snjólaugu en Laufey að eiga frábæran leik, kemst inn í þennan bolta og reynir að setja boltan í hlaupaliðina á Muriel, alls ekkert galið. Lára mist gegn Natasju, Rakel Sepp kemur svo í aðstóðina. Natasja þarf að spila tilbaka en fær boltan aftur. Heyrðu laglegt, fer hérna skemmtilega fram hjá Láru mist. Lætur þetta lítið út fyrir að vera ofboðslega einfalt, spilar upp á Dröfn sem reynir fyrirgjöf en hann fer að Agnesi Birtu, breytir stefnu og Amber handsama þennan bolta. Það var skemmtileg tilþrif hérna hjá Natasju. Þarf ákveðið sjálfstraust til þess að reyna svona hluti en það er nóg af sjálfstraustinu þar á þeim bænum. Þetta er frábær leikmaður eins og albesta í Lengjudeildinni. Íslensk A-landsliðskona, spilaði sína fyrstu landsleiki í byrjun árs eftir að hafa fengið íslenskan ríkisborgararétt. Það er Þóra Kristín, spilar alla leið tilbaka á Ástöðu Vigdísi, færi boltan yfir til hægri. Það gefa sér tíma í þetta. Selín Rúmf með langan bolta í átta Amelíu en þetta gengur ekki og Bryndís Rut nær að hreinsa. Traust þarna aftast sem fyrr. Búið nú að gera hjá Sigur og Seyri í innkvöstunum. Þannig finnur hún Pálu sem finnur Ísabel og Ísabel lætur boltan ganga áfram niður á Selín. Fín hreyfing hérna á Pálu, spilur boltan til hægri. Þá fær hann svo aftur og hann sjá af sér markið. Reyna að finna hann að Tössi í fætur. En þetta er afskaplega þéttur varnarmúr þarna hjá Tindastólskonum sem Keflvíkingum gengur illa að komast í gegnum. Og nú var það Marín Rún sem reynir ágæti skot rétt framhjá, fallegu snúningur hjá Marín. Sjáum hérna, góð fyrsta snerting, horfir upp, lætur vaða. Þetta er alls ekki fjær í lagi, vel gert hjá Marín. Jacqueline gerir þetta vel. Vinnurinn kast. ...38 mínútur komnar á klukkuna. Tindastóll leiðir 2-0 eftir rosalegan 3 mínútna kafla. Marja Dögg kastar upp í horn á Hugrúnu, fær boltan aftur, spilir baka á Hrafnhildi. Hrafnhildur er að lyfta boltanum upp í horn en þar er engin gummiskilningur hérna á ferðinni. Setjum mark fyrir hálfleikinn, öskrar Gunnar Magnús Jónsson, þjálfari Keflavíkur. Hann er á sínu 5. tímabili með liðið, ætla með þar aftur upp deild. Laufey finnur Jacqueline en hún er ekki að hemja boltan og Natasja vinnur hann af henni. Það var Kristín með langan bolt upp á Marín.
Isabel spila til vinstri, Sigurrós segir Pála með fínt hlaup upp í hornið, Sigurrós finnur hana, Pála leikur hérna á Maríu Dögg og aftur á Bryndísi en ekki í þriðja skipti. Keflavíkurkonur halda áfram. Pála með fyrirgjöf, Amber stígur vel út, grípur þennan. Sparka löngum bolta fram og Muriel elti þennan uppi með Selín í bakinu í þetta skipti. Keflavíkingar gera þetta vel, vinna boltan og Arndís Njóla kemur á flegi ferð upp hægra megin. Hún heldur í boltan, vel gert hjá henni. Finnur ekki Natasju, mátti litlu muna. Keflavíkingar setja allan kraft í að minnka munin fyrir leikhlé. Það væri gríðarlega sterkt fyrir þær. Skemmtilegar hreyfingar hjá Pálu enn og aftur en María standa sig fokkilega vel hérna í bakverðarstöðunni fyrir sinn. Nei, þarna vinnur Pála vinni boltan, reynir að koma honum fyrir. Gengur þó ekki upp. Sigurrós reynir að setja boltan í 8 tignum misefnu, hreinsunni á Bryndísi. Keflavíkurkonur reyna að beisla boltan. Natasja framhjá Láru Mist en ekki framhjá Rakel Sjöfn. Fær boltan þá aftur til sín og hún á máttur skotarna með vinstri fæti. Amber veit að tíminn vinnur með henni og býður eftir að fá dröfn á sig. Þá er hún kastar út á Laufi Hörpu. Arndís Njóla gerir þetta vel. Kemur í veg fyrir að Rakel Sjöfn Stefánsdóttir komist í boltan. Lánskonan frá Þór Káa. Rakel Sjöfn skoraði í sínum fyrsta leik fyrir Tindastól síðustu umferð þegar það runnu 4-0 sigur á afturheldingu. Stelpa sem er fullt af mörkum í sér og verður gaman að sjá hana með Tindastól liðinu í sumar. En þarna er Dröfn Einarsdóttir dæmd rangstæð. Bergrós Lilja Unudóttir, aðstoðardómari 2, flaggar hana rangstæða. Gaman að segja frá því að Bergrós Lilja er fyrrum unglingalandsliðskona í fótbolta. Leikaði með Þrótti og Val. Gaman að sjá fyrrum leikmenn halda áfram að taka þátt í leiknum eftir leikmannaferilinn. Natasja gríðasterk hérna í loftinu, vinnur þennan bolta. Amelia kemur niður og sækir hann og er með flottan bolta upp í horn á Pálu. Það er Pála gegn Bryndísi. Það er tvöföld skæri og fínir í en hún er ekki að spila boltanum nógu vel frá sér. Kemur misefni sendingin inn á tegin. Það eru flottar hreyfingar í Pálu en mann finnst stundum vanta svona loka afurðina, velja réttu mómentin til að koma boltanum frá sér. En það er gaman að horfa á hana, það er ekki spurning. Það koma Tindastólskonur, Hrafnhildur Björnsdóttir ákveður að spila til baka. Lára Mist Baldursdóttir, nei, þeim gengur illa að halda í boltan. Keflavíkurliðið sterkara þessar mínúturnar. Það er að hafa rúma mínútu til þess að minnka munin fyrir leikhlé Keflvíkingar. Ef ekki þá er það Tindastólskonur toppsætið af þeim. Það er mikið undir. Það var að María Dögg. Kastar boltanum á Muriel og Muriel laumar hennu laglega upp í hægra hornið og Hugrún Pálsdóttir með fína fyrirgjöf og Jacqueline Altsjótt sem er komin á fjær. Hún skallar þetta í þverslána. Þarna mátti engu muna, stórhættuleg sókn hjá Tindastól. En hvað gera Keflavíkurkonur? Nei, freista þess að komast í skyndisókn en
Tindastólskonur þéttar. Keflavík heldur boltanum áfram. Natasja í baráttunni við Agnesi Birtu en Agnes gerir þetta vel og boltin endar tilbaka hjá Amber. En þetta var þrusu færi hérna hjá Tindastól. Hugrún Pálsdóttir með flotta fyrirgjöf á fjársvæði þar sem Jacqueline Altsjöldi mætt og sjáu hörkuskalli. Þetta er bara í samskeytin. Boltin dettur svo niður í tegin áður en að Selin Rúm hreinsar. Hörkusókn hjá Tindastól og þarna hefði það geta gert út leikinn. Það er að Pála Votnik spila niður á Selin Rúm. Síðasti séns fyrir Keflavík í fyrri hálfleik og hann er farinn. Það er komin hálfleikur. Árni Snær Magnússon dómari flautar til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Tindastól í hreint mögnuðum fótboltaleik. Og við skulum kannski sjá mörkin og dramatíkina sem að við fengum. Hérna kemur fyrsta mark leiksins. Jacqueline Altsjöldi með flotta fyrirgjöf úr aukaspyrnu beint á kollin á Muriel Tiernan sem skallar hann inn. Strax í næstu sókn fá Keflavíkurkonur vítaspyrnu. Amber Michelle Ver frá Pálu Votnik og svo sjáum við frábær pressa hérna hjá Tindastól. Boltinn hrekkur í dauðasvæðið. Muriel Tiernan rosaleg á sprettinum, brunar inn á teig og nær að klára þarna úr þröngu færi og kemur Tindastól í 2-0 og þetta er alltaf gerast á einhverjum 2-3 mínútna kafla. En við ætlum að kíkja á auglýsingar, taka okkur smá hlé og höldum svo áfram með seinni hálfleikinn hérna rétt á eftir.
Já, við erum hérna í Keflavík að fylgjast með stórleik Keflavíkur og Tindastóls, hörku fótboltaleik tveggja góðra liða. Það hefur verið fjör á nettovellinum í dag. Sjáum hérna helstu marktækifæri liðana í leiknum. Hér er fyrsta mark leiksins. Frábærlega klára hjá markahæsta leikmanni lengjudeildarinnar Muriel Tiernan. Skoraði þarna sitt 9. mark í sumar en skjótt skipast veður og strax í næstu sókn fá Keflavíkurkonur dæmda vítaspyrnu. Sjáum það hérna, María Dögg fekk boltan í hendina, Pála Votnik fór á punktinn en Amber Mitchell sá við henni, varði glæsilega og það voru ekki liðnar margar sekundur áður en að Tindastólskonur voru búin að refsa. Sjáum við sprettinni á Muriel Tiernan, hann má ekki hleypa þessari konu af stað. Kemur á fullri ferð og klárar frábærlega úr þröngu færi og þannig er hún búin að koma Tindastól í 2-0 á 2 mínútna kafla. Kjaftsögg fyrir Keflvíkinga en Keflavíkurliðið hefur þó ekki lagt árar í bát fjarri lagi. Þær eru búin að eiga nokkra fína sénsa og hérna var einn þeirra og þær héldu áfram að sækja og sjáum hérna frábæra tilraun frá Dröfn Einarsdóttur. Þessi bolti rétt framjá. Það var engin uppgjöfin en Tindastólskonur líka stórhættulegar í skyndisóknum og þær voru ekkert langt frá því að setja 3. mark leiksins. Hérna átti Hugrún Pálsdóttir ágætis tilraun. Marín Rún Guðmundsdóttir hinum megin. Bæði lið óhrædd við að sækja en hérna er svona hættulegasti séns Tindastól sem ekki var úr marki. Jacqueline Altsjúld með skalla í samskeytin eftir góða fyrirgjöf Hugrúnar Pálsdóttur. Og já, bæði lið fengið hörku færi í leiknum eins og sjáum. En við ætlum að kíkja á aðeins fleiri auglýsingar áður en að seinni hálfleikurinn fer af stað. Já, algjörlega. Munur að vera með klukkuna sérstaklega.
stödd á nettóvellinum í Keflavík í toppslag Lengjudeildarinnar. Keflavík 0, Tindastóll 2 eru hálfleikstölur hér. Við sjáum hérna þetta eru leikir í 11. umferð. Það voru 2 leikir spilaðir á föstudaginn. Afturelding vann góðan útisigur á Víkingum heimavelli Hamingjunar og Haukakonur þær eru áfram að berjast í þessari topp baráttu og vinna Fjölni 1-0. Í gær voru svo spilaðir 2 leikir einnig. Grótta og Ía gerðu 2-2 jafntefli í dramatískum fótboltaleik og Augnablik gerði góða ferð norður á Húsavík og vann 2-1 sigur á Völsungi. Björk Bjarmadóttir í stuði fyrir norðan skoraði bæði mörk Augnabliks í þeim leik og við erum stödd í stóra leik umferðinnar þar sem Keflavík og Tindastóll eigast við liðin í 2 efstu sætum deildarinnar. Keflavík með 20 stig fyrir leik, Tindastóll með 19. Þannig að það ljósta liðið sem hefur betur hér í dag það situr í toppsæti deildarinnar þegar 9 leikir hafa verið spilaðir. Við sjáum að liðin að koma hér til vallar. Þetta tekur lengri tíma núna við þessar undarlegu aðstæður sem við búum við. Liðin með ekki ganga saman til vallar og leikmenn þurfa að halda góðri fjarlægð. En þetta tekur allt sinn tíma. En Tindastólskonur mættar út á völl. Þær eru með þægilega 2-0 forystu og þeim líður vel þannig. Stórhættulegt skyndisóknarlið sem finnst fínt að leikja tilbaka og eiga svo nokkrar stórhættulega rakettur upp á topp. Þetta lið sem skorar alltaf mikið af mörkum en síðustu 2 sumur hafa verið að fá á sig mikið af mörkum líka. Þeim hefur tekist að loka á það í sumar og þær eru það lið í Lengjudeildinni sem hefur fengið fæst mörk á sig. Bara 4 mörk. Sem ansi góður árangur að það fengi á sig heil 34 mörk síðasta sumar þráttur að hafa endað í 3. sæti. Keflavíkurkonur líka komnar út á völl og það verður gaman að sjá hvort það er einhver töfrabröð upp í erminni. Já, við sjáum að það er Árni Snær Magnússon sem flautar leikinn í dag og honum til aðstofar Björn Ingvar Guðbergsson og Bergrós Lilja Unudóttir. Þá er allt klárt. Árni telur leikmennina, það er alla mættar til vallar, engin skipting gerð og Muriel Tiernan sparkar þess á stað fyrir gestina. Það er reyna strax langan bolta upp í vinstra hornið þar sem Rakel Sjöfn er í baráttunni en Arndís Snjólaug reynslubolti stígur hann út og vinnur innkast. Það er að Laufey Harpa, flotta vinstri fót, reynir fyrirgjöf en engin samherji hennar í teiknum en þetta er klaufagangur. Sigur og segir allt og lengi að koma boltanum frá. Hugrún í boltanum og svo Muriel og Muriel er að skora 3. mark leiksins. Þetta er ótrúlegu fótboltaleikur. Þrenna hjá Muriel Tiernan eftir þvílíkan klaufaskap þarna í öftustu línu Keflvíkinga. Sigur og segir var með nægan tíma þarna. Lét vinna sér boltan. Muriel þakkaði pent fyrir það að fá séns í vítateig gestana. 3. mark Tindastóll skorar leikmaður með 22. Tindastóll 3, Keflavík 0. Þetta er máttlítið hjá Keflvíkingum. Þetta er algjört kjaftsögg. Koma svona inn í seinni hálfleikinn. Lenda 3-0 undir á heimavelli. Og Muriel Tiernan hefur verið aðeins gagnrýnd fyrir að vera ekki að skora nóga mikið af mörkum. Hún er búin að setja gjörsamlega sturlaðar væntingar á sig eftir frábær síðustu tímabil. Hún er að skora 3. Við sjáum að Hugrún Pálsdóttir frábær í pressunni á móti Sigurós sem gaf sér alltaf langa tíma í þetta en þetta er hendið þarna í aðdraganda marksins. Jacqueline spilar á Muriel
Við þurfum að sjá þetta einu sinni aftur ef við getum, því að boltinn fer allan tíman í höndina á Muriel. Það er ekki víst að þetta mark hafa átt að standa. En það voru heimakonur afar ósáttar. Það var að Pála og Natasja. Natasja reynir langskot, ágætt skot til raun en boltinn og Amber. Sjáum þetta aftur. Jacqueline Altsjöld lyftir boltanum inn á Muriel. Hún kiksar, fær boltan upp í hendina og hendin var nú ekkert alveg upp í líkamann, þannig að þetta hefur stór áhrif á það hvar boltinn dettur og þetta 3. mark átti aldrei að standa. En það gera það nú samt og staðan 3-0 og ég skil að Keflavíkurkonur hafa verið ósáttar en það eru samt algjöru klaufar, geta sjálfur sér kenta mörgu leyti því að þetta var apostlega kæruleysislega gert hjá þeim hérna þessum krúsjál fyrstu sekundum seinni hálfleiksins. Það var Selín með langan bolta fram á við, Laufey Harpa skallar þetta frá. Natasja ekki sátt við gang mála og lætur finna fyrir sér hérna á miðjunni. Sjáu þið dugnaðinn í Hugrúnu Pálsdóttir nú búin að vera frábær hérna í dag. Þvílík vinnusemi og það var Jacqueline Altsjöld. Ber boltan upp til vinstri, tekur laglega hreyfingu, reynir að komast fram hjá Ísabel. Ísabel eltir hann eins og skugginn. Loka vel á hann og Jackie þarf að spila tilbaka. Finnur það Rakel Sjöfn sem að spila boltan, ég fannst að vera beint á Dröfn sem var komin niður í varnarvinnuna. En Tindastólskonur vinna boltan aftur, þá var María Dögg. Háan boltinn á teig, Þóra Kristín skallar þetta frá. Og þarna kemur Sigurrós, gerir vel, Hrafnhildur brýtur á henni og fær að líta gula spjaldið. Keflvíkingar ætla að taka þetta hratt en Árni dómari stoppa það. Það er stillu upp. Muriel þarna þvælast fyrir. Að pirra andstæðingana og það er komin pirringur í Keflavíkurliðið. Eðlilega, þetta er ekki það sem það ætluðu sér. Langt í frá. Flott pressa hana hjá Muriel, vinnur boltan af Selín og þá er það Jacqueline Altsjöld. Hugrún kemur þarna með henni. Herra megin, reynir að komast fram hjá Sigurrós. Hvað gerir Sigurrós? Hún er að stíga aðeins fyrir hana en Hugrún nær fyrirgjöfinni og Selín Rúmf vel staðsett þarna og nær að bjarga þessu í hornspyrnu. Það er að fyrsta hornspyrna Tindastóls í leiknum. Jacqueline Altsjöld tekur hana. Einn hendi á loft og Jacqueline setur boltan í jörðinni í fæturnar á Agnesi Birtu sem á ágætt skot en Ásta gerir þetta vel. Það er Hugrún aftur út til hægri á Jacqueline en þessa fyrirgefa á Ásta Vigdís. Hún er fljót að koma boltanum í leik. Arndís Snjólaug reynir að finna Dröfn en Laufey Harpa er búin að vera framúrskarandi þarna í vinstri bakvarðarstöðunni og hleypir Keflvíkingum ekkert upp þeim megin. Hrafnhildur með boltan nú til hægri á Maríu Dögg og María Dögg gegn Sigurrós. Kemst fram hjá henni, vel gert, leggur boltan út á Jacqueline sem leitar að Muriel. Muriel reynir að komast fram hjá Selín. Selín gerir þetta vel. Góð varnarvinna hjá Selín Rúmf. En Keflvíkingum tekst ekki að halda í boltan og Tindastóll var innkast. Það er spurning hvað Gunnar Magnús Jónsson, þjálfari Keflavíkur, getur gert til þess að fríska upp á þetta hjá sínum konum. Hann á nýliðan frá Perú á bekknum og við vitum svo sem ekki hversu góð hún er í fótbolta eða hvernig leikformið henni er en það er spurning hvort að hún fá einhverja mínútur.
Við vonum að fríska upp á þetta hjá þeim. Annar efnilegur sóknarmaður, Kara Petra Aradóttir á bekknum. Getur komið inn með kraft og sköpun í fremstu línu. Sjáum hvort að leikmennirnir inn á vellinum fari ekki að rökkva í betra stuð við erfiðar aðstæður. Muriel kemur niður, sækir boltan. Reynir að spila upp á Rakel Sjöfn en Arndís Snjólaug örugg stoppar þetta. Laufey kastar á Muriel með laglegan snúning en Selín Rúmf er búin að vera að gera þetta vel síðustu mínútur, stíga vel fyrir Muriel Tyrnan. En Muriel vinnur enga síður hornspyrnu. Og sem fyrir er það Jacqueline Altsjúld sem tekur horn og aukaspyrnur fyrir Tindastól. Það er aftur ein hendi á loft. En þessi bolt er hár og á fjær og þar er Hrafnhildur Björnsdóttir í baráttunni ásamt Muriel en boltinn yfir pakkan og Dröfn Einarsdóttir tekur á rás. Hún er ekki langt frá því að finna Pálu þarna en Agnes Birta gerði þetta vel. Sigurrós reynir að spila aftur upp á Pálu, tekst það. En þetta er misheppnuð sending hjá Pálu Votnik. Hún er ekki að ná að spila boltanum nógu vel frá sér í dag. Þó taktarnir séu skemmtilegir. Marín Rún spila boltanum niður á Natasju. María Dögg kemst inn í þessa sendingu og Keflavík fær innkast. Sigurrós kastar þessi tilbaka og Þóru Kristínu. Hún er með fína fót, setur boltan í 8 tegnum en Agnes Birt er að koma vel inn í Tindastólsliðið, skallar þetta frá. Það var aftur Sigurrós. Reynir fyrirgjöf með vinstri. Ágætur bolti út í teig. Þar er hörku barátta. Dröfn fellur við og það gerir Agnes Birta líka. Keflvíkingar vera að undirbúa skiptingu. Langubolti þannig að Muriel reynir að flikka honum í hlaupaliðinu á Rakel Sjöfn. En Arndís Snjólaug búin að vera seig þarna hægra megin. Lokar á þetta. Selín Rúmf gerir þetta vel. Kemst inn í innkast Laufeyjar og Pála Votnik. Það var vel gert. Lauma boltanum hann inn á Dröfn Einarsdóttur. Dröfn gegn Bryndísi. Dröfn sér markið, reynir skot, Amber ver en missi boltan frá sér en spytur við fyrir hana, eru liðsfélagar hennar fljótar að átta sig og ná að hreinsa. Kristín með háan bolta hann í hlaupaleiðinni átt að Natasja kemst inn í þennan bolta og hún er að minnka munin. Frábært mark hjá Keflvíkingum, geggjaður bolti frá Þóru Kristínu og Natasja kom hann á hlaupinu, vissi allan tíman hvað hún ætlaði að gera. Klárar þetta örugglega, sjáum, frábær sending frá Þóru Kristínu, setur hana yfir hafsendin og Natasja mætt eins og elding, klárar þetta 3-1 og þær eru konar með líflínu. 7. mark Natasju í sumar. En þá koma Tindastólskonur. Jacqueline reynir að finna Muriel. Þóra Kristín lokaði þetta. Frábær stóðsending hjá Þóru Kristínu í markinu. Við höfum séð þetta stundum frá henni gegnum tíðina. Flottan fót.
getur brotið upp leiki úr öftustu línu. Það var Amelía, hún fer á stað, mætir henni enginn eða hvað, Lára mist á leiðinni tilbaka en jú, vel gert hjá Agnesi Birtu. Tímasetti þessa tæklingu vel en Keflvíkingar halda boltanum. Nú þar mætta tilbaka Tindastólskonur. Þetta orðið þétt og flott varnarvinna, þannig að góð samvinna hjá Rakel Sjöfn og Jacqueline Altsjult og það er Jacqueline sem kemur á flegiferð. Það eru 3 og 3, hún er með Hugrúnu hægra megin, Muriel vinstra megin, finnur Hugrúnu en vel gert hjá Sigurrós. Stoppar þetta, heldur boltanum inná og reynir svo komin framvöllin en það er María Dögg. Tindastólskonur byggja upp. Gert Sigurrós finnur Pálu. Pála fara að koma af stað. Gerir það með dröfn með sér út til vinstri en enn og aftur við erum ekki að ná að spila boltanum nú vel frá sér og mér sýnist Keflvíkingar ætla að gera skiptingu hvort hún verði ekki hreinlega tvöföld. Jú, það er Kara Petra Aradóttir og Claudia Canina sem að koma inn á. Það að koma inn á fyrir Marín Rún Guðmundsdóttur og Amelíu Rún Fjellsteð. Claudia Nicole Cagnia og Kara Petra Aradóttir og út af var leikmenn nummer 9 og 26. Kara Petra fer eflaust upp á topp fyrir Amelíu og Claudia væntanlega inn á miðsvæðið eða hvað? Ætlar Claudia að fara bara beint upp á topp? Sjáum þetta, það líður aðeins á. En Kara ætlar að vera aftar en Claudia. Litlar upplýsingar Claudia aðrar en að hún var síðast að spila í Serie A, er landsliðskona frá Perú og er titluð sem miðvallar leikmaður. Við erum forvitin að sjá hennar nýliða í deildinni. Það er Selín Rúm, hún er búin að vera öflug hérna í síðari hálfleiknum ef undan má skilja þessar fyrstu klaufalegu sekundur Keflvíkinga. Og Claudia byrjar á að vinna aukaspyrnu. Agnes Birta býður hana velkomna að hörku. Claudia gerir þetta vel og Keflavík fær aukaspyrnu. Ísabel Jasmín Almarsdóttir, spyrnu sérfræðingur þeirra, hún ætlar að smella þessu fyrir. Natasja rýðst þarna í hlaupið en þessi bolti strandar á Laufi Hörpu áður en hann dettur út í skot en þetta var aldrei hættulegt. Klukkutími rúmur búinn að leiknum. Tindastóll komst í 3-0 áður en að Keflavík minnkaði muninn og nú verður ofboðslega fróðlegt að sjá hvernig þessi síðasti hálftími kemur til með að spilast. Bryndís Rut stoppar þetta. Pála tekur innkastið á nýliðan. Skemmtilegu snúningur hérna áður nú spila tilbaka. Sigurrós Eir reynir fyrirgjöf en Hugrún með flotta pressu vinnur boltan. Og Jackie flengir þessum upp í hægra horni og það er kapplaup. Selín gegn Muriel og Selín Rúm hefur betur í þetta skiptið. 1-1 í kapplaupum þar. En þetta er klaufalegt, ekki dæmt. María Dögg þarna
Gekk hérna full vasklega til verks gegn Claudiu. Muriel með boltan niður á Jacqueline. Mikil yfirvegun í Jacqueline. Hægir bara á og spila svo til hægri. Hugrún reynir að flengja boltanum yfir á Rakel Sjöfn, en Arndís Snjólaug búin að vera með góða gætur á henni í leiknum. Skoparabolti. Pála með boltan upp í horn á Claudiu. Kemst ekki fram hjá Bryndísi. Hrafnhildur setur þennan bara út af. En þá er það önnur skipting. Og það var að tvöfalt hjá Tindastól. Og Bergljót Ásta Pétursdóttir og Aldís María Jóhannsdóttir er að koma inn á fyrir Hugrúnu Pálsdóttur og Hrafnhildi Björnsdóttur. Þær eru báðar búin að vera duglegar og vinnusamar. Bergljót Ásta planta sér á miðjuna í stað Hrafnhildar og hún Aldís María Jóhannsdóttir kemur á kantinn fyrir Hugrúnu. Aldís María stígur upp á meiðslum, búin að vera öflug á tímabilinu þangað til að lendi í smá meiðslabrasi, en gott að sjá að hún er að koma tilbaka. En Hugrún Pálsdóttir sem hún leysti af búin að vera framúrskarandi í þessum leik. Spurning hvort hún sé eitthvað tæp eða eitthvað slíkt, því ekki var skiptingin framistöðu tengt, það er alveg á tæru. Koma Keflvíkingar, Arndís Snjólaug finnur Pálu. Agnes Birta með fína tæklingu, vinnur boltan hana. Finnur svo finna Aldísi Maríu, en Sigurrós lokar á þetta. Áður en að Laufey segir stopp, hingað ekki lengra. Og Arndís gerir þetta vel. En gestirnir fá þá innkastið. Arndís Snjólaug ekki kátt þarna, vildi meina að það hefði verið brotið á sér. Það er Natasja með langan bolta upp í hægra hornið, en Amber Mitchell fer út úr markinu sínu og sækir þennan, vel gert hjá henni. Hún neglir svo hátt og langt, en Isabel vinnur þennan bolta. Það var að Kara Petra nýkomin inn á sem varamaður og hún lætur bara vaða. Er með góðan skotfót, en þetta gekk ekki upp hjá henni. Jacqueline Altsjúld reynir að lauma boltanum inn á Rakel Sjöfn, en klaufagangur hjá Arndísi Snjólaug sem er annars búin að vera örugg í leiknum, en frábærlega gert hjá Ástu Vigdísi. Stígur hann inn í á síðustu stundu. Sjáum Arndís kiksar, Rakel Sjöfn kemst inn í þetta, en virkilega vel gert hjá Ástu Vigdísi Guðlaugsdóttir, markmannunum öfluga, sem uppalinn er í Grafarvoginum hjá Fjölni. Hann hefur verið að mála hjá Breiðablik síðustu ár og er á láni hjá Keflavík frá Blikum. En frábærlega gert hjá Pálu. En rétt áður nú nær loka tötsinu er það engin önnur en Laufey Harpa sem er að þvælast fyrir. Sjáu þið, skemmtilega hreyfingar enn og aftur hjá henni. Erfitt við að eiga, snýr sér á punktinum. Laufey rétt nær að koma stóru tásinu hann í boltan. Jacqueline á Muriel, en sjáu það, Selín er að ráða vel við Muriel hérna í seinni hálfleiknum. Sigurrós líka komin í meira stuð, vel gert, spilar inn á Köru Petru á miðjunni. Hún að spila upp í hornið, en það er nú gaman að sjá tölfræðina á því hversu marga bolta Laufey Harpa er búin að vinna þarna
vinstri bakvarðarstöðunni. Fer ekkert í gegn. Það var að Claudia á Pálu sem spila boltanum niður á Köru. Lára Mist lokar á þetta. En Keflvíkingar aggressívar og Ísabel vinnur boltan strax eftir fyrir þær og þær komast að. En þetta misefnissending frá Selin Rúmf. Og Amber getur gefið sér tíma í markspyrnu. Tíminn vinnur vissulega með gestunum sem eru ekki búnar að vera að fá á sig mikið af mörkum í sumar. Við erum með 2 marka forskot þegar að rúma 20 mínútur eftir leiknum. Vel gert hjá Sigurrós þarna en Bergljót Ásta kemur ákveðin til leiks og byrjar á að vinna þennan bolta. María Dögg með innkastið. Kastar hátt í átt að Muriel í tignum. Muriel ætlar að hlaupa hann í gegnum Selín en hún að komast fyrir. Rakel Sjöpp leggur boltan út á Maríu. Maríu ákveður að skipta honum yfir til vinstri á Jackie sem leggur hann fyrir sig á frábært skot en þessi smellur í stönginni. Geggjur hreyfing og frábært skot hjá Jacqueline Altsjult. Og þarna mátti engum muna. Annað skipti sem að Tindastólskonur setja boltan í tréverkið. Og aftur það Jacqueline. Hún leggur boltan hann út. Bergljótu áður en að María Dögg reynir skiptingu. Það Rakel Sjöpp gegn Arndísi Snjólaugu en Arndís vinnur boltan og sendi Pálu á stað upp hægra megin. Pála gegn Láru Mist, leikur fram hjá henni. Nær ekki að losa. Pála, já, inn á Natasju upp á endalínu, nær að halda þessu inn á, vel gert hjá henni en fín varnarvinna þarna Tindastólskonum. Það það Claudia sem reynir að finna samherja, tekst ekki. Hérna sjáum við þetta aftur, sjáum við snertinguna hjá Jackie. Hún eldsnögg, kemur sér í skotið og hamrar þennan í fjárstöngina. Frábær fótboltakona Jacqueline Altsjult. Búin að vera, ásamt Natasju fyrirliða Keflavíkur að mínum mati besti leikmaður deildarinnar það sem hafi sumri. Nú koma Keflvíkingar. Það var skipting. Önnur skipting, Rakel Sjöpp að koma út af. Sólveig Birta Eiðsdóttir að koma inn á í hennar stað. Sólveig Birta 20 á árinu, uppalinn hjá Tindastól. Hef spilað 52 meistaraflokksleiki. Innanfyrir leikmann nr. 7 Sólveig Birta Eiðsdóttir og utanfyrir leikmann og innanfyrir leikmann nr. 14 Rakel Sjöpp Stefánsdóttir. Sinni Sólveig Birta ætla að fara hægra megin. Aldís María þá væntanlega vinstra megin. Það var það neitt kapphlaupið á milli Muriel og Selín en nú hefur Muriel betur eða hvað, Selín bjarga málunum á síðustu stundu, nær að renna sér í boltan á ögustundu. Flottu varnarleikur hjá henni. Tindastól fær horn. Jacqueline Altsjult
tekur þessa hotspinnu, setur boltan inn á marktegun. Natasja Anasi örugg, skallar þetta frá. Laufey Harpa kemst svo í veg fyrir að Keflavíkurkonur geysist í skyndisókn. Selín með langan bolta. Áttinn að Kládíu en þetta gengur ekki alveg upp. Keflavík á þá innkast. Pála tekur stutt á Kládíu. Kládíu leita tilbaka. Þetta er ágætlega gert hjá þeim en Agnes Birta sig. Hleypir Pála ekki fram hjá sér. Og Aldís María neglir þessum bara í hlaupaleið hjá Muriel. Það svínvirkar. Nei, reyndar ekki í þetta skiptið en alltaf stórhættulegt að geta gert þetta, sett boltan bara í svæði og vita að Muriel tekur flesta á sprettinum þegar hann er komin á stað. Martröð varnarmannuna, sáveltingaleikur. Það er nóg að gera hjá vallastörpunum í að spritta bolta. Heill hellingur á innköstum í þessum leik, en það er Laufey Harpa með enn eitt slíkt. Finnur Muriel. Hún reynir bara skot. Það er hátt yfir og veldur heimakonum engum vandræðum. María Dögg kemst inn í sendingu. Fín hreyfing hjá Jackie, lætur boltan flæða áfram til Muriel sem reynir að þræða hann inn á Aldísi Maríu. Keflvíkingar snögga tilbaka. Þetta var skemmtileg tilraun hjá gestunum. Muriel í baráttunni en Aldís María nær ekki þessum bolta. Pála með langan bolta en þetta er auðvelt fyrir Tindastólskonur. Bryndís Rut neglir þessum bara aftur fyrir. Kemur Selín Rúmf. Hún reynir háan bolta. Þetta eru erfiði boltar fyrir sóknarmenn Keflvíkinga því að það eru óttalegir turnar þarna í öftustu línu hjá Tindastóls. Líður bara ágætlega með það að þurfa að vera að setja hausinn í þessa bolta. Kládía dansar aðeins en er ekki að finna Pálu. Fyrir henni í annarri tilraun. Þá kemur Pála með skærin sín. Og hún reynir skot. Skástrík fyrirgjöf Amber Klaufi hérna. Missir næstu því boltan beint fyrir fæturnar á Dröfn sem að hafði elt hennar bolta uppi. Langur bolt upp á Muriel. Hún er ekki að flikka honum á Aldísi Maríu og Ísabel vinnur boltan. Finnur Kládía en það er sama sagan. Laufey Harpa hleypur engum fram hjá sér. Hún setur þennan bolt í innkast. Og Laufey vinnur boltan. En Keflvíkingar fljótar að vinna hann aftur. Pála með boltan upp í hotna á Kládíu og ég er löngu farin að hljóma eins og rispu plata. Laufey Harpa með lok-lokulæs. Ísabel með boltan inn á teig.
Dröfn og baráttunni en boltinn hrekkur út. Það er að Sigurrós spila tilbaka, það er hann að Þóra Kristín fær tækifæri á annari lúksu sendingu, setur ágætan bolta í 8 teignum en sem fyrr líður Tindastólskonum bara þokkalega vel með að vera að fá þessa háu bolta á sig. Það er bara að liggja vel tilbaka og eru þéttar. Vel gert hjá Selín en þetta dugir ekki til. Skopparabolti, það þarf einhver að taka þennan bolta niður og fá hann í spil. Það gerir Muriel, spilar út til hægri, Sólveig Birtu en Sólveig Birta misheppnaða sendingu þarna upp í horn og Keflavíkurkonur komast að. Natasja reynir að lauma boltanum hann aftur fyrir en það er of langt í bæði Dröfn og Pálu. Þær þurfa að skerpa á sóknarleiknum. Keflvíkingar sem eru búin að skora 26 mörk í þessum fyrstu 9 leikjum. Ættu að eiga nokkur triks upp í erminni ennþá en það er ekki seinna vænna. Fara að sýna þau. Já, Keflavík fær aukaspyrnu þarna. Sólveig Birta og Sigurrós í baráttunni. Sigurrós eitthvað farin að haldra, búin að vera í miklum slagsmálum hérna í dag. Gengur ekki alveg heil til skógar. Þóra Kristín spilur þessu stutt á Selín. Selín inn að lyfta boltanum inn á teig. Þar er Pála nær að skalla hann fyrir markið en þarna vantar 1 eða 2 skref upp á að Kara Petra ná að ráðast á þetta. Keflvíkingar verða að gera þetta betur, vera grimmari í teignum. En þetta var alveg séns. Lára mista á Jacqueline. Jacqueline með fullt af plássi á miðsvæðinu. Og þeir koma 4 og 4. Jacqueline leita til hægri, finnur þar Sólveig Birtu sem reynir fyrirgjöf í fyrstu tilraun en Selín kemur þessu áfram á Natasju sem setur svo langan bolta upp í hægra hornið. En Pála nær ekki að koma þessum fyrir. Fær þó enga stig, kastar á Dröfn gegn Laufey. Nær að koma boltanum inn á teig. Bergljót Ásta í baráttunni. Boltinn út á Jacqueline sem neglir þessu bara eitthvað í burtu á hættusvæðinu og Sigurrós Eir kemur svo með langa bolta í 8 teignum. Pála sem fyrir í boltanum setur boltan út á Ardísi. En Ardís tekst ekki að finna samherja og þessi er aftur fyrir. Pála kemur niður, sækir boltan, spilar alla leið niður tilbaka á Þóru Kristínu. Færir hann svo til vinstri á Sigurrós Eir. Sigurrós upp á Kládíu.
Kara Petra. En hún á misjafnaða þversendingu þarna sem Aldís María kemst inn í. Aldís María reynir að lauma boltanum inn á Muriel en Selín búin að vera traust hérna í seinni hálfleik, vinnur þennan. Kemur hálfbolti í áttana Tösju. Bolti nú til Drafnar hægra megin en Tindastólskonur grimmar í teiknum sínum og hreinsa frá. Áfram eru þar í háloftaboltanum Keflvíkingar. Og svo sem sömu sögu að segja af Tindastólskonum. Ásta Vigdís sparkar þessu í áttina Kládíu en Lára Mist kemst þarna inn í seinni boltan. Heldur hún þó ekki inn á en Keflvíkingar fá innkast aftarlega á vellinum og Tindastólskonur geta þétt ræðirnar. Mikið barátta í Berglind Ástu Pétursdóttur en hún dæmd brotleg. Muriel lappar hérna fyrir, ætti réttilega að fá gult spjald fyrir en hún sleppur. Þetta er í annað skipti sem hún gerir þetta í leiknum. Galið að spjaldin ekki fyrir þetta. Og hún lætur Selín svo finna eins fyrir sér. Ekki dæmt. Tindastóll fær innkast. Laufey finnur Muriel í fætur og Muriel út á Aldísi Maríu. Aldís tekur á rás, kemst fram hjá Arndísi Snjólaugu, reynir að leggja boltan út í teig en Þóra Kristín kemst inn í þessa sendingu. Koma Keflvíkingar. Natasja finnur Kládíu, Kládía með nóga plássi en hún er klaufið þarna. Agnes Birta gerði þetta vel, steig út á mótinni en Kládía hafði allan tíman í heiminum til þess að losa sig við boltan. Kládía með fyrirgjöf utalega í teginn, erfið bolti fyrir Natasju. Tindastóll hreinsar og þarna kemst Muriel framhjá Þóru. Þeirra stað gegn Selín. Selín gerir þetta vel. Muriel orðið þreytt, liggur þarna eftir. Isabel reynir bolta, langa bolta inn á teig. Amber Michelle markvaði með allt á tæru. Það kemur langur bolti fram enn og aftur. Sigurós flengir þessu yfir tilbaka en boltin rekkur þarna milli áður en að Jacqueline tekur við honum. Finnur Muriel. Muriel þegar þarna í átt að tegna, það aðeins dregið af henni. Það er mjög líkanlega sterkur leikmaður og fyrir mikil orka í það sem hún er að gera og hefur litt með einn ef ekki tvo leikmenn í bakinn á sér. Það eru tæpar 4 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Það var að Laufey reynir fyrirgjöf en Arndís Snjólaug stoppar þetta og Tindastóll fær annað innkast. Taka það stutt á Muriel og
Claudia kemst svo inn í þennan bolta og vinnur innkastið fyrir Keflavík, setti boltan hana í andstæðing út af, en Bergrós Lilja var búin að flagga rangstöðu sýnist mér og Ásta Vigdís dembi sér í að taka aukaspyrnuna. Það er Dröfn, setur boltan í hlaupaleiðina á Claudiu. Claudia leikur hann á völlin, nær ekki að losa sig almennilega við hann og þetta endar á misjafnari sendingu inn á teig. Það stefnir allt í að Tindastóll sé að taka toppsætið af Keflvíkingum. En þetta er ekki alveg búið. Jacqueline Altsjult spila til hægri, Sólveig Birtu sem reynir fyrirgjöf, ágætur bolti á henni en Ásta Vigdís tegi vel úr sér og grípur þennan bolta áður en hann setur hann hátt og langt fram völlin. Isabel, þetta strandar á Bryndísi Rut eins og svo oft áður. Þóra Kristín finnur Natasju. Natasja lauma boltanum inn á Dröfn, þetta er vel gert hjá henni. Dröfn reynir viðstöðulegt skot en Amber gerir þetta vel. Fín sókn þarna hjá Keflavík, fundu svæðið á milli varnarmannanna. Natasja fann Dröfn þarna á milli Bryndísar og Laufeyjar og ágætt tilraun hjá Dröfn. Laufum innkastið á Muriel. Muriel snýr Selín af sér og reynir svo bjartsýni skot utan af velli. Boltinn vel yfir og Ásta tekur markspyrnu. Það eru lítið eftir af venjulegum leiktíma. Gestirnir eru að sigla þessu í höfn. Gríðarlega sterkur sigur sem Tindastólskonur eru að sækja hérna gegn toppliði Keflavíkur. Það er gert. Tíminn vinnur með þeim. Hörkubarátta þarna hefur Claudia betur gegn Laufey en Aldís María mætir í hjálpavörnina og Tindastólskonu vinna boltan. Þetta var vel gert hjá þeim. Aldís reynir að finna Muriel en Selín Rúmf er búin að eiga flottan, sérstaklega síðari hálfleik og stoppar þetta. Tindastólskonur reyna sjálfsögðu að nýta allan þær tíma sem að þeir geta og það er að fara í taugarnar á heimakonum. Hérna er Aldís María dæmd brotleg, sparkar í Selín. Ásta drífur sig að taka þetta. Það sé að flikka boltanum áfram en Agnes Birta neglir þessu út af. Muriel reynir að snúa Sigurós af sér, er með Sólveig Birtu með sér hægra megin en lætur bara að vaða, stýrir þess ekki á markið. Hún er búin að skora 3 mörk, Muriel Tyrnan hérna í dag, öll 3 mörk Tindastóls, frábær senter.
Sigurós með langan bolt upp í horn á Pálu en Bryndís traust hreinsar. Það var sem bara eins og Jackie hefði gripið boltan en það var ekki rétt hjá mér og hún finnur Muriel inn á teiknum. Muriel nær að snúa en henni bregst bogalistin. Ólíkt henni að hitti ekki markið úr svona séns en hún var aðeins úr jafnvægi. Keflvíkingar anda léttar. Jacqueline setur boltan hana yfir Þóru Kristínu og sjá hvað Muriel gerir þetta allt saman vel. Hanga til að skoti gegar. Það getur ekki verið mikið eftir að leiknum. Það eru að verða komnar 93 mínútur á klukkuna. Þessu uppgjöri toppliðana. Dröfn Einarsdóttir kemst ekki fram hjá Bergljót Ástu, nei Agnesi Birtu. Kládía hérna reynir hælsendingu en fer ekki fram hjá Laufi aftur. Og þá þetta búið. Tindastóll vinnur 3-1 sigur á Keflavík. Þvílíkt sterkur sigur fyrir þær og Tindastólsliðið komið upp í efsta sæti lengjudeildar kvenna, eru komnar upp í 22 stig á meðan að Keflavík áfram í 20 stigum. Þetta var jafnframt fyrsti tapleikur Keflavíkur í sumar. Hrikalega sterkur sigur hjá Tindastóls konum og það var Muriel Tiernan, markahæsti leikmaður lengjudeildarinnar sem skoraði öll 3 mörk Tindastóls í leiknum áður en að Natasha Anasi minnkaði munin fyrir Keflavík. Og við skulum sjá mörkin. Hérna kemur það fyrsta. Muriel Tiernan skallar þennan laglega inn eftir fyrirgjöf Jacqueline Altsjólt aukaspyrnu. Strax í kjölfarið fær Keflavík dæmda vítaspyrnu sem að Amber Michelle ver. Það eru ennþá að svekja sig á því þegar að Muriel Tiernan eltir þennan bolta uppi, sjáuði sprettin á henni, tætir framhjá vörninni áður en hún klárar úr þröngufæri. 2-0 og það var svo klaufagangur hérna í öftustu línu Keflavíkur áður en að þriðja markið kom en vissulega átti það ekki að standa þar sem að boltinn hefur viðkomið í höndinni á Muriel áður en hún setur hann í netið. En svo það mark Keflavíkur, það er sturluð sending út af vörninni frá Þóru Kristínu Klemensdóttur í frábært hlaup hjá Natasju sem að kláraði fallega. En við sjáum hérna stöðuna í deildinni. Tindastóll tekur toppsætið af Keflavík nú þegar 9 umferðir af 18 hafa verið leiknar. Á toppnum með 22 stig, Keflavík í öðru sæti með 20, bæði lið með 18 mörk í plús og hörku barátta framundan. Gróttukonur ekki langt á eftir með 18 stig, Haukar með 17 og svo örlítið lengra í næstu lið þar á eftir, Aftureldingi í 5. með 12, Augnablik 11 í 7, Ía með 9, Víkingur 8, Fjölnir 4 og Völsungar enn stigalausar á botninum. En já, þetta var aldeilis frábær og dramatískur fótboltaleikur sem að við fengum að sjá hérna á Netto-vellinum í dag. Gefur góð fyrirheit fyrir komandi baráttu í deildinni. En ég heiti Mistur Rósdóttir og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina.